til. Þorsteinn, velkomin. Takk fyrir. Herru, þetta virtist vera létt, en var það svona inn á vellinum? Nei, þetta er náttúrulega alls ekki létt. Ég hef aldrei spilað léttan fótboltaleik. Við bara þurftum að hafa fyrir þessu og þegar maður leggur á sig þá uppsker maður. Það er bara svoleiðis. Þið hefði að byrja leikinn ansi kröftulega og það kannski skilaði sér síðan þegar framleið stundir. Já, við lögðum náttúrulega upp með það að byrja að krafti. Við erum náttúrulega búin að tapa 2 leikjum í röð, þannig að hafa komið tíma á sigur núna og við lögðum upp með það að byrja að krafti og fengum náttúrulega drauma að byrja. Við fengum mark eftir 2 mínútur eða eitthvað og þau duttu inn í þannig fyrra hálfleik, var ekki 4-0 í hálfleik. Þetta var svona, það sem við lögðum upp með og ætluðum að gera og það hjálpaði okkur náttúrulega rosalega mikið að fá þessi mörk svona snemma sko. Þá gátum við eins og sáðu bara leigja hans aftur og leyft þeim kannski að halda á boltanum í vörninni og breyka síðan hratt á það. Því að þeir eru, eins og við vissum, hafa verið seinir hérna aftast og við með mjög hraða leikmenn fram á vellinum. Þannig að þetta var bara plan A í dag. Og datt þér aldrei hug að fara fram og sitja? Nei, ég ætlaði að leyfa strákunum að sjá það í dag og ég skora bara í svona mikilvægum leikjum. Hvernig sem svona staðan á hópnum? Hópurinn er að stækka, það er að detta inn 9 kallar núna og það er náttúrulega ekkert nema gott um það að segja og menn virðast vera að ná sér að meiðslum sem eru búin að vera meiddir og svona, þannig að ég myndi segja að hópurinn væri bara komin á nokkuð gott ról núna og það eru held ég 8 vikur í mót og það er bara full keyrsla þangað til. Takk. Takk fyrir.